áfram höldum við föstudagsþáttinn á N4 og ætlum aðeins að forvitnast núna tjaldstæðið á Hrafnagili. En hún komin til mín, Erna Lind Rögnvaldsdóttir, forstöðukona, eða hvernig titlar þig? Já, ætli það sé ekki að mjög langur titill. Það forstöðumaður íþróttamiðstöðvar Eyjafjarðarsveitar. Takk fyrir, takk. Já. Þið erum náttúrulega, það þarf ekki að kynna þetta tjaldsvæði, það er mjög vinsælt að koma og tjalda og fara í sund og allan pakkan. Já. En þið erum með nýjung fyrir tjaldsvæði sem þú ætlar aðeins að segja okkur frá. Já, við erum bara rosalega spennt núna bara, við vorum að setja það bara live í gær. Já. Það sé hægt að bóka tjaldsvæði á netinu og borga fyrir það og það bara bíður eftir þér pláss þegar þú mætir. Þetta er ótrúlega snjallt. Og hvert fer maður inn á hvaða síðu? Þetta er parka.is. Þeir keyptu nýverið vefsíðuna tjalda.is sem margir þekkja. Það sem er bara hægt að skoða flestöll tjaldsvæði landsins. Og þetta er svona hugbúnað fyrirtæki sem að bara var með allt klárt í rauninni fyrir svona bókana þjónustu. Já, þannig að þetta er bara, við erum í rauninni fyrsta tjaldsvæði sem er að setja þetta í gang. Ok, þið erum að pröfukeyra þetta. Já, og erum bara svolítið spennt. Við ákváðum bara að stökkva vagnin með þeim, fara alla leið og þannig að, prófa þetta í sumar og svo verður þetta bara orðið alveg klárt næsta vor. Og örugglega allir farnir að taka þetta upp, sko. Það er allir með heiminn í símanum sínum einhvern veginn. En þið ætlið ekki að leggja allt tjaldsvæðið undir þessi fyrirfram bókanlegu tjaldsvæði eitthvað? Nei, við ætlum bara að byrja rólega og við erum bara með eitt svæði af svona þessum 5 sem við erum með og erum búin að skipta því niður í 16 hólf og þannig að þetta eru 16 svona stæði sem hægt er að bóka. En restin er bara eins og vanalega, fólk getur bara komið og valið svæði en við svona veðjum á að þetta sé framtíðin. Þetta er held ég, sko, það er margir sem kannast við að vera að koma, kannski með fullan bíl af börnum, ert að koma seint, ekki kannski gott veður og þú ert að byrja með að keyra og leita að finna svæði með rafmagni og eitthvað svona. En þá bara býður þetta eftir þér hvenær sem þú kemur og þetta verður náttúrulega klukkan 3 er svona skiptitími. Já, þá þarf einn að fara og annar getur komið. Já. Og er þetta allt svæði með rafmagnstenglum eða hvað? Já. Þetta er líka að verða bara eins og með sjóböðin og Bláa lónið og alla þessar staði sem eru vinsælir. Þú getur kannski ekki alveg gengið að því vísu að þú komist að þegar þér hentar. Það þarf svolítið að vera með fyrirhyggju og bóka. Já, og við höfum ekki verið mikið fyrir það að fólk er að hringja, er laust, er að spyrja okkur og svona. Og við höfum ekki mikið verið að taka frá því það oft við tökum við frá og það mætir fólk ekki og alls konar svona vesen. Þannig að þetta bara leysir það og bendum að fólki farið bara inn á parka.is og finnur tjaldsvæðið og bóka bara það sem er og þá býður það eftir þér. Sko. En hvernig nú er hásumar, miður júlí, hvernig hefur sumarið verið á Hrafnagili? Það er bara búið að vera mjög fínt. Það hefur verið gott veður og í ár eru það náttúrulega aðalega Íslendingarnir sem eru að ferðast og þeir náttúrulega flestir fara svolítið eftir hvað er gott veður. Þannig að við vissum ekki hvernig þetta yrði en veðrið er búið að vera bara mjög fínt. Þannig að það er búið að vera mjög gott hjá okkur á tjaldsvæðinu. Hefur verið yfirfullt? Hafið þið þurft að vísa frá? Nei, við hefum ekki þurft þess. Og við erum aðeins svona alltaf smá svæði svona auka bak við skólan sem við getum alltaf vísað á ef það fyllist en við hefum ekki þurft að nota það, ekki allavega ennþá. En það er bara... Og ef maður kaupir tjaldstæði, það fylgir ekki sund með, þetta er ekki þannig pakki? Nei, við hefum ekki verið með þannig. En við erum svona með ódýrari sundlaugum allavega og líka tjaldsvæði okkar kostar ekki það mikið að við erum bara með þetta í sikkur lagi. En það er hægt að kaupa og margir gera það sem eru kannski nokkra daga að kaupa skiptakort. Þannig að það er náttúrulega miklu ódýrara. Og svo eru þið með viðburð í ágúst sem þið ætlaði að segja okkur frá. Já, við höfum verið núna undanfarin 2 sumur með sprettþraut, svona 3-íþróttakeppni, íþróttamiðstöðin og ungmennafélagi Samherjar sem er íþróttafélagi í sveitinni og við höfum verið með svona 3-íþróttakeppni, bara sprettþraut sem eru stuttar vegalengdir. Já, styttrar en venjuleg. Já, þetta er engin járnkall en bara það geta allir tekið þátt og þú þarft ekki að vera með svakalega mikinn grunn til þess. Hvað er þetta, 400 metra sund? Já, 12 kilometra hjól og 3 kilometra hlaup.
sem svona alveg, ef þú ert eitthvað aðeins að hreyfa þig, þá átt alveg að geta tekið þetta, en svo eru margir sem að, finnst því valla taka því að fara út á hjóla fyrir 12 km eða hlaupa fyrir 3 og þannig að við ætlum að í samstarfi við þríþróttafélagi sem hérna á Akureyri, sem heita Norðurljósin, að þeir eru komin í samstarf með okkur og við ætlum að bjóða upp á sprettþrautina og ólympíska. Það ertu komin í lengri vegalengdir. Hvað erum við að tala um þá, veistu það? Það er 1,5 km sund og það er 40 km hjól og 10 km hlaup. Já, þetta er svona dagsverkefni kannski. Já, ekki fyrir þess allra hörðustu. Hvað eru þeir snöggir þessi hörðustu? Þeir eru, ég nú ekki alveg með tíman á því, sko. Þetta tekur það ekkert rosa. Þetta er nokkra klukkutíma bara. Bara einhverja 3 kannski eða eitthvað, held ég. Og þetta er öllum opið? Eða hvað, þurfa þessir ólympísku að sýna fram á einhverja getu eða? Nei, þegar fólk skráir sig þá þarf það að gefa upp svona, hvað er sirka lengi að synda vegalengdina. Það er alltaf þannig að þá setja raða í hol, sko. Sundlaugin tekur náttúrulega bara x marga, þannig að ef það eru margir þá þurfum við ofta að hafa þetta 2 holum. Þannig að þetta er bara spennandi. Við ætlum að prófa að bjóða upp á þessar 2 vegalengdir núna. Og er búið að opna fyrir skráningar? Það er ekki búið að opna fyrir skráningar, en það kemur bara mjög fljótlega og fólk er auðvitað það svona detta yfirleitt inn á síðustu stundu skráningarnar. En við erum í samstarfi við tímatöku þannig að það er tímatökubúnaður og allir fá millitímanir sína. Og svo eru í fyrra verðlaun, svona útdráttarverðlaun og alls konar stuð. Já, við höfum reynt að hafa þetta svolítið svona, að þetta er nú í Eyjafjarðarsveit og reynt að fá aðila með okkur þaðan í lið og fengið rosalega flott verðlaun þaðan. Gistingar og mat og ýmislegt sem gjafabréf og það verður áfram bara því við viljum gera þetta svolítið svona sérstöðunni að þetta sé í Eyjafjarðarsveit og verðlaunin þaðan, flest. Og þetta er 30. ágúst eða hvað? Þetta er sundaginn 30. ágúst, já. Frábært að heyra öllu sem er að gerast á Hrafnagilsskóla, hverfinu. Hvað segir þið? Hrafnagilsskóli? Já, þetta er náttúrulega Hrafnagilskverfi. Hrafnagilskverfi. Já, þannig að og þannig bær Hrafnagil, þannig að þetta er svona... Má ekki rugla þessu saman? Nei, það má ekki rugla þessu saman. Og við reynum að nota bara, að kenna okkur við Hrafnagilskverfi eða Hrafnagilsskóla. Það vita flestir hvað skólinn er. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Já, takk fyrir mig. Og góða skemmtun. Takk.